oftar en ekki, ef ég segi ha og þú endurtekur þig og ég heyri samt ekki hvað þú segir. Ef ég segi ha aftur, þá fer heyrandi manneskjan að fara að vera pirruð. Og það er eitthvað sem ég nenni ekki að díla við lengur. Og ég vinn sem vaktstjóri hjá vefverslun Elko. Kannski gera þetta aftur? Já. Hæ, ég heiti Eyrún Elíasdóttir, ég er 31 árs og ég er vaktstjóri hjá vefverslun Elko. Ég hef verið í söngskóla, eða var í söngskóla í það bil 11 ár frá 9 ára aldri. Svo ég byrjaði í óperunámi og fattaði svo að ég hafði meiri áhuga á söngleikjum. Á þeim tímapunkti þegar ég færði mig þangað yfir, þá var ég komin með heyrnartæki. Og það kom einn gestur eitt árið sem kom frá Bretlandi. Hann sem sagt var á West End og ég man að ég spurði, er einhverjar leiðir til að hjálpa mér að syngja? Ég var mjög hrædd við að missa heyrnina upp á sönginn að gera. Hann talaði það væri hægt að snerta hálsinn og finna fyrir víbringunum á meðan þú syngur og víbringurinn er mismunandi eftir hvort þú ert hár eða lágur. Og svo 2019 þá sæki ég að fara í skóla í Bretlandi fyrir BA-nám í Musical Theatre og fer í skóla í Portsmouth til að læra þar. Það er mest bara eftir að ég kom heim og þá sérstaklega seinasta ár sem að ég er farin að finna að ég heyri ekki þegar ég er fölsk. Ég er búin að vera í hljómsveit í 2 ár með korselettunum, svakalega gaman. I love coffee, I love tea, I love the java and it loves me. Coffee and tea and the java and me, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup. En akkurat þegar við erum á æfingum þá þarf ég að vera með eyrnatappana í og það er alveg sérstaklega erfitt þegar að þú nærð ekki, ef þú nærð ekki að heyra í sjálfu þér, ef þú nærð ekki að heyra í tónlistinni til að miða við heldur, að þá bara ertu falskur. Það er mikið ströggl og sérstaklega af því að ég elska að syngja og ég hef alltaf viljað vera syngjandi. Það er erfitt að sætta sig við það og núna er ég mögulega að fara að fá ígræðslu sem þýðir að allir vökun verður fjarlægður úr eyrunum og þannig að það litla ef eyrun mitt heyrir eitthvað núna þá mun það ekki heyra neitt eftir á en það mun vera að setja eitthvað upp í eyrað þannig að það virki taugaboð þannig að ég heyri. En það þýðir að heilinn þarf að læra að heyra upp á nýtt. Þannig öll hljóð, ég þarf að læra upp á nýtt hvað hljóðin eru. Að heyra mun á klappi og smelli, að heyra mun á röddum. Og ég gæti alveg reynt að læra að syngja með mína heyrnarskenningu eða heyrnarleysi. En það er ekki eins. Já. Það er ekki guaranteed að maður nái að heyra tóna eða tónlist. Þannig að, já. Ég er búin að sætta mig við að mögulega get ég ekki verið í hljómsveit áfram. Mögulega get ég ekki, sungið vel, í framtíðinni eða heyrt tónlist. En
Það er ógeðslega erfitt að reyna að meðtaka það og melta það.